Það sigur í þriðja leik, svona fyrstu viðbrögð? Bara óbúslega þakkláttur, við þurfum á hvíldinni að halda. Það er svona, við var að kvartast svona pínur hópnum, ekki neitt svona stórvægilegt, en Sölvi náttúrulega þarf kannski í viku í viðbót og Veigar út á Scania og Dino mætti með 40 stiga hita og þetta er bara sem að úrslitakeppnin snýst um. Við töldum okkur geta unnið þennan leik hérna heima og við náðum að sýna eitthvað rétt andlit sem rétt í restina. Ja, þetta er miklu jafnari leikur heldur en 1 og 2, kannski út af skakkaföllum. En hvað er að gerast hérna síðustu 3-4 mínúturna sem tryggja ykkur þetta? Við bara, í fyrsta lagi þá er ég með leikmann sem að mínum að þetta er hæfileikaríkasti leikmaður deildarinnar. En hann er orðinn íslenskari heldur en Snorri Sturluson og er bara þvílíku félagi og er einhvern veginn búinn að integrata svolítið mikið og stundum þarf ég að segja við hann Sardar, þú ert ekki einn af Íslendingunum. Og núna bara í lokinu sagði hann bara you have to go out shooting og hann tók það til sín. En kannski svona í heilt yfir þá, við vorum með 5 villur í fyrri hálfleik. Það var bara ekkert aggression, við vorum einhvern veginn feimnir varnarlega og í lokinn síðustu 2-3 mínútur það bara spýtti strákarnir svolítið í lófana og létu að hafa fyrir þessu. En er ekki alveg sjálfstraust, þið getið keppt við öll lið sem þið fáið hérna í þessari úrslitakeppni? Já, ég meina við höfum unnið flestu af þeim. Ég meina, við höfum unnið Sindra tvisvar og við teljum leik okkar líka vera að batna. Við komum inn í þessa seríu bara á mjög háa level fannst. Og núna við höfum bara mjög gott af þessari hvíld og núna bara þurfum við að undirbúa skerpum reglurnar okkar, skerpum leikfræðin okkar og svo býðum við eftir hvernig við aðlögum okkur að því liði sem okkar býður, sama hvað það verður. Takk fyrir.